það kemst ég upp með. En við höfum tínt á upp einn af öðrum og ég vil fá að sjá athyglina svolítið á þessa menn frekar en Vesalings Þórólf sem jú bara, það alltaf borðinu, ég menn, hann bara sekur og það þarf ekkert að diskotera það neitt meira. Hann sveik borgina sína, meira segja. En við erum í þessu vanda, við erum alltaf að tala Þórólf aftur og aftur og aftur. Já, við skulum ekki tala hann meira. Við langar einmitt að tala ábyrgð, þú talar ábyrgð. Stjórnarmanna, fólk talar forstjórna, þeir eru auðvitað farnir úr þessum fyrirtækjum. Ekki allir. Ekki allir, nei. Hvað segir þetta? Ábyrgð þeirra náttúrulega mjög rík og það hlýtur að koma því þegar þessi skýrsla fær loksins efnislega umfjöllun og menn fara að skoða það í hverju þetta samráð liggur, hvernig þetta var unnið, að þá hljóta stjórnendur þessa fyrirtækis, bæði forstjórar fyrirtækjanna og stjórnarmenn, að bera mjög ríka ábyrgð og mér finnst til dæmis tillaga sem að Lúðvík Bergvinsson var að kynna núna í umræðum daginn, að Bretar að setja hjá sér reglu að þegar að menn fá dóm fyrir og uppvísir að slíku samráði, að þá mega þær ekki gegna stjórnunarstöðum annars staðar í allt að 15 ár. Það ákveðin refsing sem felst í því. Hún þung. En ég held að við endurskoðun á samkeppnislöggjöfinni núna og sem að reyndar viðskiptaráðherra hefur boðað, hún kom með tillögur, að þá reikna ég fastlega með því að við skoðum þessa bresku leið, samfylkingin allavegana, og reynum að berjast fyrir því að þetta sé tekið inn. Því að ábyrgðin mjög rík. Þetta ekki sitja í stjórnum fyrirtækja? Nei, á fjármálafyrirtækja, þeir megi það ekki. Og mér finnst vera svo löngu tímabært að við förum að fara yfir þetta efnisatriði skýrslunnar. Það hafa komið auðvitað fram athugasemdir efnis skýrslunnar. Já, svo náttúrulega hugsanlegt, er þetta kannski dálítil moldviðri, hugsanlegt að þeir hafi einhverja málsbætur Nei, ég held að þetta sé ekki. Nú til dæmis háskólinn, Hagfræðistofnun Háskólans tók saman skýrslu sem var... Nei, þeir gerðu þetta í eigin nafni. Þeir gáðu út yfirlýsingu þeir þarna, að þeir tveir þarna hjá Hagfræðistofnunni og hún leiðir til þess að hún sýnir fram á það að þetta samráð hafi ekki valdið svo miklu tjóni og svo framvegis. Hún talsveit mildari en... Hún bara allt annars eðlis og við þurfum að fara að taka þetta allt fyrir. Hins vegar ég nánast búin að lesa þessa skýrslu og ég alveg sannfærð að þarna mjög stórt mál, stærra heldur en við nokkuð tíma séð, sem við þurfum að taka á. Og það vafalaust einhver lagatæknilega atriði sem hefði mátt betur fara hjá Samkeppnisstofnun, en niðurstaðan ótvíræð. Þarna gífurlega stórt mál á ferðinni, stærra heldur en við nokkuð tíma séð, og menn munu þurfa og eiga að axla ábyrgð vegna þess. Málsbæturnar sem þeir hafa eru sögulegs eðlis frá alveg tímum einokunar verslunar að þá hefur það grundvallarprinsip ríkt í viðskiptum á Íslandi að fólk sé fífl og það eigi að svindla á því eins og mögulegt og þetta hefur viðgengist, þetta hafa allir vitað. Ég meina eins og þú sagðir áðan að þegar við vorum litli drengir og þú minna ég að þá vissu allir af þessu samráði. Ég meina að þetta var bara eins og hand í hanska samstarfið hjá olíufélögunum. Og þetta erum við öll búin að vita lengi. Það er búin gaman að vera kannski komin á næsta reit í þjóðfélagsþróuninni að nú segjum við, ok, við viljum ekki hafa þetta svona lengur. En við erum svolítið ráðalaus með hvað á að gera við gamla tíman, á að hengja þá í ljósastöðrum með inniflið núti eða eru þetta góðir kallar svona og bara gleyma þessu. Þetta vandamál. En þá eru náttúrulega lög í landinu og á endanum verður það... Morgunblaðið nú segir leiðara að Morgunblaðið er byrjað að hvetja þessa menn til að koma fram fyrir alþjóð. Líka að hvetja olíufélögin til að taka einhvern veginn ábyrgð með því að koma til móts við neytendur einhvern veginn. Ég veit ekki hvað, slá af verðinu. Gefa skýringar. Gefa skýringar eða eitthvað svona. Þetta var alltaf svona viturleiðar í mokkanum. Mokkin getur oft verið vitur að það einhvern veginn biður bara svona eitthvað svona yfirbót. Ég held við getum líka ekki skýlt okkur á bakvið þarna einhvern gamlan tíma.
það sem að gerðist og kemur í ljósi þessari skýrslu það og svo sem hafa olíufélögin viðurkennt það með því að taka með ákveðnum hætti þátt í rannsókninni og það voru brotin lög, þetta ekki bara leifar af gömlum tíma. Menn geta svo sem sagt að það verið einhver andi ríkjandi í viðskiptaumhverfinu en umhverfið var löngu breytt, það var búið að breyta lögum og menn voru að breyta lög. Menn voru ekki bara að brjóta siðferðina, þeir voru að brjóta lög. Og ég held að menn muni mæta þeim örlögum og þeir sem tóku þátt í þessu. Og það er þess vegna sem að menn eru náttúrulega að ræða öðruvísi Þórólf því hann í þessu pólitíska andrúmi, en síðan eru þessir menn sem eru í viðskiptalífinu. Ég meina þetta er ekki mál sem verður búið í næstu viku, þetta sjálfsagt eftir að fara langan farveg og er langun tími framundan. Við mögum örugglega eftir að ræða þetta í örugglega einhverjum misseri í viðbót. Jú, það er eitt mál af því þú talar pólitíkusa, það er ein persóna sem nefndi í þessu sambandi, það er Sólveig Pétursdóttir sem er eiginkona Kristins Björnssonar sem er þarna höfuðpaurinn í þessu. Það stendur til dæmis á vef Andrésar Magnússonar sem er nú góður gegn sjálfstæðismaður. Hann segist ekki geta séð það að Sólveig geti tekið við embætti forseta Alþingis þegar þjóðin veit þetta og hvað segir það, Reynir? Já, við sem komum svolítið fram úr okkur þar. Kannski erum við líka komið fram úr okkur með Þórólf, ég veit það ekki. En Sólveig auðvitað á rétt á að svara þessu, hefur gert það einhvers að sagt að hún hafi ekki vitað neitt. Það er erfitt að trúa því. En vandi þessa máls liggur í því að saka rannsóknin. Hún í einhverju limbói. Við spurjum stöðugt, við hringjum stöðugt til ríkislögreglustjóra, hvað er að frétta af rannsókninni á sekta einstaklingana? Því það er grundvallarspurning í þessum atriðum. Og þá jafnvel við erum hunsaðir. Ég var að reyna að ná sambandi við einhvern sem vissum þetta á föstudaginn og ég fekk engin svör, bara það var eins og okkur kæmi þetta ekki. Ég hefði á tilfinninguna að ríkislögreglustjóri sé í einhverjum bobba með það að þetta er ekki að ganga nógu vel að rannsaka þetta eða við munum núningin sem var milli Samkeppnisstofnunar og ríkislögreglustjóra. Það var erfitt að koma málun á milli. Þetta var stór mál, þetta var eins og þyrfti að fara yfir víglínu tveggja landa í stríði. Þetta gekk vikum saman. Síðan heyrum við hvorki hóstan í stunnu. Hvað er að frétta, því að Samkeppnisstofnun sakfellir ekki einstaklinga. Hún er fyrst og fremst að fletja út afbrot fyrirtækjana sem helda og þarna koma nöfn. Það er fullt af í 900 síðunum sem Kristinn Björnsson reyndar kallaði Njálu í mín eyru. Hann sagði að það væri erfitt að svara heilli Njálu, það var síðasta kommentið hans í fjölmiðlum. Það er fullt þarna sem að leikmenn sjá að er saknæmt, en það er enginn búinn að taka af skarið og ákæra eða gera neitt og þar liggur vandi okkar. Það er hvað er ríkislögreglustjóri að gera? Þetta er mjög áleitin spurning í dag. En þú ert að meina að hann eigi þá að taka málið og þessi spurningi þá að það verði ákærðir einstaklingar, ekki bara fyrirtæki. Sem allra fyrst. Þú veist, annars erum við alltaf að tala eitthvað. En það er náttúrulega meira í pípunum að Samkeppnisstofnun lokar ekki og fær heiðurskjöl og allir heim til sín þegar þessu máli lýkur. Að það eru fleiri aðilar sem að stunda viðskipti í þessu þjóðfélagi sem að grunnsemdir eru að fara ekki að lögum að öllu leyti. Það er ekkert langt síðan að einhver grænmetismafía var í labbitúrum í Öskjuhlíðinni að sammælast verð á paprikum eða ég veit ekki hvað. Og það er talað tryggingafélögin, hvort að þau hafi hugsanlega haft samráð. Hafa bankarnir haft samráð vaxtaákvarðanir eða hvernig er það? Það er fjölmargt í þessu þjóðfélagi sem að, eins og Hanna Birna var að segja, að núna eru komin lög og reglur og það skiptir ekki máli hvort það var leyfilegt að svindla í den tíð. Það er ekki leyfilegt að svindla nema bara eins og lögin leyfa lengur. En við mögum samt náttúrulega ekki taka allt viðskiptalífið og dæma það einhvern veginn úr leik og dæma alla atvinnuvegi á Íslandi sem einhvern veginn óheila og mér finnst alveg eins og við höfum verið að ræða Þórólf, hann hefur fengið sitt tækifæri til að útskýra sitt mál. Þeir sem eru í forsvari fyrir þessu olíufélagi hafa einhverra hluta vegna ákveðið að gera það á seinni stigum. En auðvitað getur eins og þú segir hugsanlega eitthvað komið fram þar og mér þótti til dæmis, og þess vegna finnst mér einkennilegt að heyra umræðuna hér áðan, mér fannst þessi útskýring þarna harðar í gær í sjónvarpinu. Geta menn ímyndað sér að hann hafi setið einhvers staðar og farið þannig með málin að hann væri
í raun og vera að hækka verð fyrir sko flugleiðir og eimskip. Það bara einhvern veginn út í hött. Þannig að við getum ekki sagt það eða fullyrt það Í skýrslunni var tölvupóstur til hans. Tölvupóstur til hans frá forstjórastélinni. Viltu beita áhrifinum til þess að... Það sem hann Hörður sagði í gær að hann vissi ekkert hvernig út af hverju sá tölvupóstur hefði farið til hans og það var ekkert sem benti til þess að hann hefði eitthvað athafnað sig í framhaldi af því. Þannig að við verðum líka að gefa af sanngirni þessum stjórnarmönnum tækifæri til þess að útskýra þetta. Það getur vel verið að þessir menn hafi ekki þekkt það hvernig nákvæmlega forstjórarnir unnu með þessi mál. Við vitum það ekki. Þannig að við mögum ekki fyrst mér gæta okkur á því að dæmi ekki alltaf frábært að heyra það hér að þessir menn þá eigi að meðhöndla sanngirni og þeir eigi að fá sinn tíma til útskýringa. Það það sem Þórólfur fór fram á. Það það sem hann hefur fengið og það búið að vera að fordæma það sem eitthvað sérstakt limbo og vandræðagang. En sko varðandi ríkislögreglustjóra þá var hérna aukafjárveiting sett inn í embættið til þess að flýta þessa rannsókn og þess vegna kemur mann það óvart að það skuli ekki vera komið lengra eða verið tilbúið til þess að segja okkur á hvaða stigi hún en réttarkerfið vonandi virkar í þessu tilviki og menn fara að þeim lögum sem við búum við, hvort sem það samkeppnislöggjöfin eða önnur löggjöf sem þarf að fara eftir. Og ég vona það að þessir menn fái auðvitað fulla sanngirni í meðförum með einstaklinga, fjölmiðla og allra eins og Þórólfur á rétt á. En ekkert að hika, það var þarna fréttunum bara hún í vikunni, þá var eitthvað maður sem sveik út bensín fyrir 600.000 krónur og á hann var bara skellt 5 mánaða dómi. Það var ekki 392. Var það 390, já. Og í morgun má lesa það að einhverjir eru farnir að fara á bensínstöðvum, taka bensín og keyra í burtu vegna þess að þeir eru reiðir og eru að ná sínu tilbaka. Bara eitt svona, þú veist, út af þessu með Þórólf annars vegar og þessa menn hins vegar, þá er enginn að segja og ég var ekki að segja það að það væri ósanngjarnt að Þórólfur fengi að bera hönd fyrir höfuð sér. Síður en svo, það er ekkert ósanngjarnt. Ég var bara að segja að það er dæmi hins vegar, ég vil meina það hafi ekki verið gert af eintómri góðsemi við hann, heldur líka á góðsemi við sjálfan sig. R-listinn var að kaupa sér tíma. Sko vandi okkar sá, Þráinn nefndi tryggingamálið og Grænmetismálið, Öskjuhlíðina. Þessi mál voru rannsökuð á einhverjum 7-8 árum. Sem þýddi það að sök var fyrnd, sök einstaklingana var fyrnd, rétt eins og hefur gerst með Þórólf, að það eru yfirgnæfandi líkur á því að sök hans að lögum sé fyrnd, þó að það sé allt annað hvað varðar pólitík. Vandi okkar sá að við erum að leggja út í rannsóknir sem kostar 100 milljóna, við höfum ekki burði til að gera þetta, erum samt að reyna að gera þetta og það tekur mörg ára þegar upp í staðið, þá verður ekkert úr þessu nema það er eitthvað svona syndakvittun óljós. Vegna þess að þeir sem eiga að framfylgja lögunum eða fara eftir og vinna eftir, Samkeppnisstofnun, ríkislögreglustjóraembættið og aðrir, fá ekki það fjármagn sem þurfa til frá ríkisvaldinu. Og ég er ekkert að mælast til þess að þessir olíuforstjórar og svona verði náðaðir eða fá einhverja silkihanska meðferð. En mér finnst þetta bara samt vera stórkostlegt framfaraspor að þessi rannsókn skuli hafa farið fram og jafnvel þótt menn sleppi með skrekkin að því að málin eru fyrnd. Að þá hefur almenningsálitið breyst og þeir hafa hlotið sinn dóm hjá almenningi sem er ekkert síður refsing heldur en einhver refsing sem að dómstóll leggur á fólk. Það er að segja, þjóðin getur refsað fólki ekkert síður heldur en dómstólarnir. Og þessir menn hafa unnið til refsingar. Þeir eru byrjaðir að taka út sína refsingu, lögfræðilega, skilurðu, þá tekst þeim ábyggilega að snúa sig út úr fullt af hlutum sem þeir hefði ekki átt að geta snúið sig út úr en álit þjóðarinnar stendur eftir. Og þjóðin hefur skilað sér, vona ég, upp á næstu tröppu siðferðilega á þessum litla hægfara tröppugangi sínum áleiðis til lýðræðis og opinskara stjórnarhátta og svoleiðis. Heyrðu, við ætlum að slíta á þessum vitsmuna orðum, vísdómsorðum, við ætlum að slíta þessum hluta þáttan. Ég þakka þér Margrét fyrir komin og þér Hanna Birna. Ég ætla að biðja ykkur að sitja hérna aðeins áfram. Við ætlum að tala smávegis fjölmiðla og svo ætlum að fara að tala kosningar í Bandaríkjunum og meira séum bókmenntir hér í lok þáttarins. Trúir þú á líf eftir dauðann? Það er eitthvað verið að fylgjast líka vel með uppbyggingu sálarinnar. Þórólfur miðill kemur okkur í samband við vini og vandamenn, handan við móðuna miklu. Start á þínu. Ég. Hún. Hvað er þetta? Leið mér að tala við hana. Lífsaugað.
Stöð 2, miðvikudaga. Guð kona og séra Auður Eir viðmælandi Jóns Ársæls í Sjálfstæðu fólki klukkan 20:05. Í The Apprentice í síðustu viku var Pamela rekin burt en baráttanum fram á auðafi harðnar. Nú eiga keppendurnir að spreyta sig í tískubransanum. The Grid ný spennandi þáttaröð stríðið gegn hryðjuverkum og öfgahópum. Hinn vinsæla og umtalaða þáttaröð Nip Tuck hefur göngu sín á ný í kvöld. Auðvitað á Stöð 2. Við höldum hér áfram og ætlum að tala aðeins fjölmiðla. Þeir sitja hérna enn Reynir og Þráinn en við hafa bæst Páll Vilhjálmsson, fjölmiðlamaður og Þorsteinn J. Vilhjálmsson sem líka fjölmiðlamaður. Velkomnir. Takk. Það búið að setja nýja fjölmiðlanefnd. Þeir nú reyndar ekki hátt. Hanna Birna nú eina af þeim sem situr í henni. Veit að hún vill ekki fara að tala fjölmiðla núna. Hún í viðkvæmri stöðu. Pétur Gunnarsson þar fyrir Framsóknarflokkinn, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrir Samfylkingu, Kolbrún Halldórsdóttir fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð, Magnús Þór Hafsteinsson fyrir Frjálslynda flokkinn en svo Karl Axelsson formaður nefndarinnar og reyndar Kristinn Hallgrímsson þarna. Þetta eru dálítið stórar kanónur í þessari nefnd og ágreinilega að reyna að koma einhverju saman. Það mistókst að setja fjölmiðlafrumvarp hér í vetur í sumar eins og mjög eftirminnilegt. Páll, hvað finnst þér að þessi nefnd eigi að gera? Og þetta ekki bara eins og atburðirnir hafa þróast nánast óvinnandi vegur að fara að setja ykkur lög? Á svipuðum nótum og ætlað var í síðastliðinn vetur og sumar. Ég held að sá slagur hafi tapast. Það var góður ásetningur og hefði orðið alveg ágætis lög ef að þeim hefði tekist þetta. Ég hugsa að úr því sem komið bæði út frá svona almennum pólitískum vilja ríkisstjórnarinnar og hins vegar þeim möguleikum sem eru á stöðunni, þá held ég að það væri nær að breikka svolítið sviðið og velta fyrir sér til að tryggja fjölbreytni, að fara ekki að kljúa upp þau fyrirtæki sem eru eða setja þeim skorðu, það er búið að reyna það, tókst ekki. Heldur þá að líta til stuðningskerfis við eða stuðning við fjölmiðla til að tryggja fjölbreytni og í Bretlandi, sérstaklega þó Norðurlöndum, þá er alls konar svona fyrirkomulag, bæði á svæðisbundna fjölmiðla eins og hefur örlítið verið rætt hér og líka almennt að menn skilgreina fjölmiðlamarkað og segja það þarf að vera með einhverja 3 til 5 miðla þarna og í því skyni þá annarkvort beinn stuðningur, fjárhagsstuðningur eða menn eru með einhverja svona almennari reglur slá að virðisaukaskatt og auglýsingum og eitthvað slíkt. Ég hugsa að svona umræða það að tryggja fjölbreytni eða sem sagt aukana. En þetta er náttúrulega allt annað en það sem menn voru að hugsa hérna í... Menn töpuðu þess lag, það var bara svo einfalt. Dagsið þér og Reyni og fleiri góðum mönnum. Sem að, ég meina það. En ertu ekki svona frekar svektur yfir því að það... Ég var svektur yfir því, ég var allt sumar að renna á mér. En nú er komið haust og verður nálgast jól og lífið heldur áfram. Hvað segir þú þess? Nú er að vera á orðið þessar, að vissu lítum að segja að það sem að þeir sem að voru formælindur þessar fjölmiðlafrumvarps hafi einhvern veginn ræst alveg nákvæmlega. Að sjónvarpsstöðvarnar til dæmis eru báðar komnar inn í stórfyrirtæki. Já. Þetta er auðvitað algjört forréttindi vandamál að ef ég á að enduróma einhverja setningu úr 22 ára ferli í fjölmiðlum þá er þessi setning það væri mjög gaman að gera þetta með enga peninga. Og svo koma peningar inn í fjölmiðlana og þá eru það ekki réttu peningarnir og Síminn kaupir Skjá 1 og það er ekki réttu peningarnir heldur einhvern veginn. Ég held auðvitað að það er bara þessi hasar í vor og í kringum allt þetta hafa bara verið ágætur. Þannig að hann var til þess að hrista upp þessar umræður til þess að menn sæju svona meira meginlínur og ég vona bara að þessi nefnd verði bara svona tiltölulega fljóta því að búa til bara fáar almennar reglur fjölmiðla og síðan bara sé hægt að fara að halda áfram að búa til og auka þessa fjölbreytni sem Páll minntist á. Já, en hvað eiga þessar reglur þá að snúast? Eiga þeir að snúast eitthvað, að þetta verið eitthvað svona almennt orðað svona almennt orðað vel meint hjá? Hún myndi setja nefndin myndi setja markmið að við viljum hafa fjölræði fjölmiðlamarkaði og hvernig er þetta að ná því? Hér eru komnar mjög stórar einingar. Það er hægt að segja að núna viljum við styðja svæðisblöðin. Svæðisblöðin, héraðsblöðin hér, er undir hælnum á viðkomandi sveitarstjórnum og eiga mjög erfitt vik. Ef það kæmi einhver stuðningur hvort sem það verið formi að menn myndu afnema virðisaukaskatt á auglýsingar eða beinn stuðningur og auðvitað þarf að útfæra þær reglur og það verður ekkert skotelt, það verður einhver misnotkun en það er svona, ef að hugsunin er og svona
pólitískur svona konsensus það að við viljum fjölræða fjölmiðlamarkaði, þá mögulegt að byrja þar. Og er það ekki allra skilningur? Er ekki allir sáttir En eigum við að sætta okkur við það að stórfyrirtækin eigi sjónvarpsstöðvarnar þá? Og svona mikla fjölmiðla eins og þetta fyrirtæki. Er það bara eins og heitir á fransku svona fait accompli, orðin hlutur? Það það í þessari umferð. Það alveg verið. En það hlýtur samt sem áður að vera hægt að búa til einhverja svona skynsemi ákvarðanum hver og hvað mikið og svo framvegis. Það hlýtur, það er hlutans eðlilega. Hvað segir þú Þráinn? Ég er bara ekki nógu gáðar til að láta mér þetta í huga einhver lög fjölmiðla. Ég lít á fjölmiðla bara sem neytandi. Mér þætti voðalega gaman ef það væri einhverja reglur fjölmiðla eins og til og með sjónvarpsstöðvar. Að þegar ég flétti sjónvarpsdagskránni, ég meina, það er ekkert nema amerískir þættir sem ég hef ekki nokkurn einasta áhuga á í öllum sjónvarpsstöðvum. Veitum við, er ekki hægt að setja einhverja reglur sem að tryggja það að maður hafi þó smá aðgang að, þú veist, þó ekki væri nema evrópsku efni. Ég er ekki að tala kínverskar óperur eða eitthvað svoleiðis, ég er bara að tala eitthvað efni úr þeim menningarheimi sem ég tilheyri. Smá reglur kannski maður sé eitthvað íslenskt líka. Skilurðu, þetta er það sem að kviknar í mínum huga sem neytanda. Skilurðu, hverjir eiga þetta og hverjir að takast á peningana. Ég bara, eins og ég segi, ég er ekki nógu greindur til að vita það. Þetta var nú lykilspurningin í öllum þessum blessaða debatt sem geisaði hérna. Já, ég skildi hann aldrei. Það getur verið að tæknin leysi þetta fyrir okkur, vegna þess að grunnhugsunin í umræðinni var, eða af hálfu þeirra sem vildu setja þetta, þeir sögðu opinbera úthlutað sjónvarpsrásum. Það geta sagt, þeir sem eiga dagblöð, þeir fá ekki sjónvarpsrás. Það var hægt að segja það. Það er ekkert að gefa út leyfi að ég eða hann eða einhver annar megi ekki eiga blöð. Það er ekki hægt. En ég held að tæknin, með það sem Þráinn var að nefna, muni leysa þetta. Það verður aukið framboð af sjónvarpsrásum og þá mun hann geta valið sér Norðurlandastöðvar eða hvað það er frá stærri og smærri fyrirtækjum. En það er sá sem á efnisveituna sem að ræður því. Hvað er í efnisveitunni? Það er þetta digital dæmi sem fólk er að tengja núna út allan bæ. Að sá símafyrirtækið eða hver sem eða Jón Ásgeir eða Brynjólfur Bjarnason eða Orri Hauksson eru þeir sem að ráða því hvað er inn í efnisveitinu og við kannski vitum ekki, ég meina kannski setja þeir inn hérna þáttinn það sem eru letnar íslenska rímur en kannski setja þeir inn auglýsingar frá stöðina það sem auglýst á Hagum, alveg í allar sólarhringinn. Ég held líka að ég er sammála Páll að því leiti að tæknin leysir þetta það verða kannski 2-3 stórar efnisveitur og síðan alltaf verður athugað það að sjónvarpsstöðvar annars staðar bjóða okkur svipaða þjónustu þannig að netið og samrunið þessu sjónvarpi er raun og veru líka að taka þessi landamæri sem að íslenskt fjölmiðlasamfélag hefur verið í. Þau eru að eyðast líka með tilkomu þess að netið raun og veru að verða það hraðvirkt að loksins getur svona sýnt myndefni. En kjarni málsins er alveg í mínum huga líka að það er innihaldið sem skiptir öllu máli og það er innihaldið sem öll þessi fyrirtæki, símafyrirtæki um allan heim var að tala að það er það að við séum að fjalla okkar veruleika á þann hátt að það sé eitthvað bragð að. En hvað segið þið þessa atburði sem eru til dæmis í síðustu viku þegar eins og einhver sagði að hérna Gunnar Smári kemur hérna inn og hann sagt að það gangi ekki hnífurinn milli Gunnar Smára og Jóns Ásgeirs vegna þess einfaldlega að hann sé í bakinu hjá Sigurði G. En hérna, hvað segið þið þess atburði? En sko ég ætla að segja eitthvað þetta með þessi nauðsynlegu lög fyrst áður við tölum það. Ég skildi aldrei hvaða sáru og brýnu nauðsyn rak til þess að það eru sett lög á fjölmiðla. Það var nákvæmlega engin nauðsyn, það bara þetta var pólitískt áhugamál einhvers að koma að hækja vekk. Þannig gekk það fyrir sig í sumar. Ég er búinn að vinna hjá bláfátækum útgefendum, ég hef vunnið hjá útgefendum sem eiga peninga. Ég hef sárlítið verið truflaður í mínu starfi. En það er aftur á móti ég alveg tilbúinn til að ræða það ef þetta er svona spakir menn og konur sem koma saman í einhverju nefnd. Ég sé reyndar að það er ekki mikið af fólki innan úr fjölmiðlunum sem hefur þó verið reglan á Íslandi að vera sett lög eitthvað fyrirbæri, sjávarútveg. Þá er einhverjir menn úr sjávarútvegi til þess að það kominu svona sjónarmiðina innan. En þannig að ég hef ekkert á móti því að menn hugsi eins og þetta er hægt að búa
til eldveggi milli ritstjórna og eigenda og allt þetta tjatt. Ef að menn hætta að einelta eitt fyrirtæki heldur horfa svona vítt og breytt yfir sviði, þá ég alveg sáttur við það. En við fjölmiðlar verða að fá að lifa á sömu forsendum og öll önnur fyrirtæki. En mér finnst þetta rosalega merkilegt bara ef þetta er svo stórið þannig að menn sé bara búin að gefast upp á því að eiga við þetta eignarhald. Það er náttúrulega... Við verðum auðvitað að eiga eitthvað við það. Ég meina það hlýtur að vera og ég held að þess vegna við getum rökrætt til helvíti hvort að þessi prósentu eða hinn hafi verið góð eða vond. En ég held bara að þessi umræða í vor var bara mjög þörf. Við þurfum reglur, almennar reglur þessa starfsemi eins og við erum að tala starfsemi olíufélagana og allt þetta. Við getum ekki tekið fjölmiðla og sagt nei, við erum ekki í því af því við erum svo sjálfstæða ritstjórnir. Það gengur ekki. Ég meina, þú veist, horfum við á Bandaríkin, Murdoch, menn að segja það að Murdoch átti bara stóran þátt í því að Bush vann þessar kosningar og hann átti líka stóran þátt í því að Howard gengur svona vel í Ástralíu og það eru þessir jingoísku fjölmiðlar Murdoch sem hann beitir alveg grimt í þágu ákveðna manna og í þágu ákveðna lífsýna, ákveðna þjóðfélagsskoðana bara. Jú, svo reynir Trausta og Gunnar Smári fyrir síðustu kosningar að koma þannig höggja á Davíð Oddsson að hann myndi ganga haltu til kosninga og það tókst ekki og það er alveg makalust að hlusta á þig, Reynir. Að stillast, nei, þetta er ekki drugg, þetta er bara skjalfest og þetta er ekkert bull. Þetta er bara skjalfest og stendur bara í fréttablaðinu þar sem að þú bjóst í samráði við eigendur til fréttir sem að voru bara makalust rugl Davíð Oddsson forsætisráðherra að hann stjórnaði lögreglurannsókn á Baugsveldinu og það var bara makalust rugl og þú laugst að lesendum. Þú laugst að lesendum, það bara liggur þannig í því. Og ef þú ætlar að vera að segja blaðamenn eiga aðild að fjölmiðlanefndinni þá ertu væntanlega með það í huga blaðamenn eiga að hafa áhrif á það hverjir eiga fjölmiðla. Það er ekki þannig að vera að hugsa almannahagsmuni og þetta snýst ekki eitthvað pólitískt áhugamál Davíðs Oddssonar einhvers annarra að skapa heilbrigða fjölmiðlalöggjöf upphaflega, heldur að búa til einhverjar reglur sem að nær allar vestrænar þjóðir hafa eignarhald á fjölmiðlum. Það var bara svo einfalt og þegar þú leggur þetta þannig upp að þetta sé eitthvað einelti, þá er þessu þveröfugt farið. Þið lögðuð ákveðna menn í einelti. Nei, þú heldur áfram sömu, ég ætla að fá að svara þessu, þú heldur áfram sömu lýginni út í eitt. Að ég og Gunnar Smári höfum haft samráð það að koma Davíð Oddssoni frá völdum. Þú veist nákvæmlega ekkert hvað þú ert að tala. Þú veist ekkert hvaðan fréttin kom, hvaðan Þetta voru fundagerðarbækur Baugs. Þetta voru fundagerðarbækur Baugs, já. Hvaðan komu og Jón Ásgeir kom í sjónvarp og segi, ég veit bara ekki hvernig þetta komið á ríkisstjórn blaðsins segja á. Þetta er bara þvílíkt ánskot þessu rugl. Þetta var borið í ykkur og það var vitnað í Jón Ásgeir. Það var ekki vitnað í Hrein Loftsson fyrir eftir á að þá kom það fram að þú vannst þetta með honum. Hrein Loftsson, hann kom nei, þú hafðir eftir Þú sagðir, það var haft að sambandi við Hrein Loftsson, hann vildi ekki tjá sig málið. Þú laugst að lesendum, en svo kom bara í framhaldinu þegar þetta sprakk framan í ykkur að þetta var bara samsæri eigendana. Er þetta slökk á þessum manni aðeins? Það sem þú ert að gera núna er að þú ert að ljúga að áhorfendum. Þú ert að ljúga því upp á mig að ég hafi farið rangt með þessari frétt. Skilgreindu bara það sem stendur í fréttinni. Stjórn Baugs, hverjir svo sem þar sátu, höfðu áhyggjur af því að forsætisráðherra væri að fara offari í viðskiptunni. Það var mynd af því sem var í fundagerðarbókinni og þannig var málið. En þú munt halda áfram fram í döðan að rugla og það. Já, mér bara fróðlegt. Ég var alltaf þegar þetta fjölmiðlafrumvarp var í gangi að þá langaði mig alltaf til að sjá einhvern sem væri nógu foreltur til að halda því fram að þetta frumvarp væri ekki sett til að klekkja á einu sérstöku fyrirtæki og ég sá aldrei neinn en núna er ég allt í einu komin í þátt og þá situr þessi maður þarna og er foreltur eins og ekkert hafi gerst. Það sem að gerðist var bara að Reynir Trausta og félagar hans, þeir hafðu ríkisstjórnir undir. Það var bara mjög einfalt. En þetta í maður komin í dag... Situr ekki sama ríkisstjórn? Ég held að það eru að karpa tvö mál, tvö aðskilin mál. Annars er þetta innanúrsmál með Baug og allt það og hver gerði hvað. En hins vegar eru að tala um þessar almennu leikreglur og þessar almennu leikreglur sem ég er að óska eftir sem fjölmiðlamaður, þessi nauðsynlegar og eins og Páll segir og ég meina hvort að það er Baugur eða hvað það heitir þetta fyrirtæki eða Síminn eða hvað. Fáum bara almennar leikreglur en einbeitum okkur svo að innihaldinu. Það skiptir bara gríðarlegu máli og þessi auglýsing núna fyrir Digital Ísland, nú eru Norðurljósandi stíga á svona hálft eða hænus
skref inn í digitalvæðinguna. Þetta ekki gagvirt, en þetta svona betri mynd og svo framvegis. Og í auglýsingunni þá stendur fólk upp á húsþökum víða Reykjavík og horfir til hafs eða hvað. Og það náttúrulega skemmtilegu subtext í þessari auglýsingu að því leyti að það náttúrulega sjóndeildarhringurinn sem í kassanum sem skiptir öllu máli. Það aðalatrið. Og það fyrir mig eins og fjölmiðlamann skiptir bara máli að hafa einhvers konar vettvang til þess að framleiða efni í. Og það það sem spennandi við þessar nýju stafrænu tækni. Mér langar til að bæta því við. Sko, núna mikið talað efnisveitur og að framtíðin sé svo að hver einasti einstaklingur sé bara sinn eigin sjónvarpsstjóri og velji bara eins og manneskja í kjörbúð. Skilurðu? Það þarf samt kjörbúðina til að geta valið og hann getur bara valið það sem í henni. Annað það að fjölmiðlar eru lifandi svona organismi eða organismar í þjóðfélaginu og maður velur sér fjölmiðla, maður hefur álit á fjölmiðla, maður horfir frekar á Stöð 2 heldur en Ríkisútvarpið eða öfugt, skilurðu, maður heldur með sínum. Þessi fjölmiðl hugnast mér betur heldur en einhver annar, einhver efnisveita eykur möguleika á fjölbreytni, en fjölmiðlar eru komnir til að vera. Þeir eru ekkert að hverfa út af sjónvarpssviðinu og þess vegna vil ég leggja áherslu á, eins og Þorsteinn, á innihald. Ég meina, það hljóta einhverjir bírókratar að geta fundið út einfaldar reglur, sanngjarnar eignarhald, svona, skilurðu hvernig það minnst spill og erfiðast að fara í kringum. Því að, skilur það hægt að fara í kringum allar reglur. Það innihaldið sem skiptir mig. Fara að slíta þessum hluta þáttarins. Mér langar nú að spyrja þig, Þráinn. Þú ert að koma með bók. Ó, já. Verður þetta, það sem Dauðans óvissi tími. Já, þetta sé rosalega sprengja. Lykilróman þar sem að menn koma frá Rússlandi og kaupa banka á Íslandi og gera það með vilja og vild íslensk forsætisráðherra sem svipar mjög til Davíðs Oddssonar og svo situr forseti á valdastóli sem ekki segja og ef þú segir það var Britinn sem drapa. Nei, ég meina, ertu ekki að fara ansi út að hála nýs með þetta? Ef maður að fara út að hála nýs að ég rithöfundur, ég bý hérna í þessu þjóðfélagi, ég er búinn að búa hérna í 6 áratugi og að lýsa því sem ég sé og heyri í kringum mig, að byrja okkur ég komin að hála nýs. Þú ert að lýsa þessum, eiginlega bara þessum hræringum í kringum, einkavæðingu bankana og því. Þetta lykilróman, ekki? Jú, fullkomlega. Það að segja lykilróman að því leyti að atburðirnir sem að þarna fjallað að ég byggi á raunverulegum atburðum. Svo tek ég við og skálda í eyðurnar. Persónurnar eru hinar opinberu, eða persónur forsætisráðherrann, forsetinn og bankastjórinn, eru býsna líkir þeim sem að maður sér fyrir sig sem fyrirmynd. Forsetinn, forsætisráðherrann, dómsmálaráðherrann, skilur þessir ráðherrar og opinberu aðilar, þeir eru býsna líkir. Þegar við komum að mönnum í prívatgeiranum eins og manninu sem kaupir Þjóðbankann, þá hann ekki endilega líkur þeim manni sem keypti Þjóðbankann. Málið að skiluru, að Björgúlfur kom og keypti Landsbanka Íslands. Björgúlfur valinkunnur heiðursmaður sem má ekki sitt vita. Mín sögupersóna ekki svoleiðis maður. Nei. En það það meira að segja, þannig ég las þarna svo að það engin skilleiki þar á milli. Já, meira að segja, brosinu á dómsmálaráðherranum lýst, svona þessu brosi sem allir þekkja. Þetta bara spennandi, með innlegg í þjóðfélagsumræðu. Já, þetta innlegg. Þetta innlegg í þjóðfélagsumræðu. Já, ég vona það. Ég meina að ég ekki svona fílabeinsturna maður. Að ég bý hérna, ég gaman að því að spá í það sem að gerast í kringum mig. Og ég meina, það tjáningafrelsi hérna, ég má skrifa það að hérna svo verður að koma upp úr dúrnum hvort að tjáningafrelsi hérna í alvörunni eða hvort að þeir sem að notfæra sér það... Þetta að láta reyna á það með bókinni, eftir að segja það? Ég meina að í löndum þar sem að, eins og til dæmis þarna þegar að forsætisráðherrann okkar sem þá var skrapp til Kutsma í vor,
sem enginn maður á Vesturlöndum vildi láta bendla sig við. Þessi Kučma hafði sérstaka fjölmiðlapólitík, að þeir sem voru að gagnrýna hann, þeir fundust alltaf hauslausir út í skógi. Það fannst eins og hauslaus, hérna vikuna sem að forsætisráðherrann okkar var þar. En hérna, þú sem sagt, heldur þú lendir í einhverjum, heldur þetta geta orðið að einhverjum vesinni? Nei, ég vona nú að þessir íslensku nytjaskógar verði ekki til þess að ég finnist höfuðlaus í þeim. Nei, ég lendi ábyggilega í einhverju þrasi og fólki finnst, sumum finnst að ég hefði ekki átt að gera þetta vegna þess að eins og Flosi Ólafsson segir, oft má saltkjöt liggja. Já. Ég skal skrifa bókina höfuðlaus í heiðmörkinni. Páll, Reynir, Þorsteinn, Þráinn, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.